Hefur einhvern tímann hort á eld loga í eldstæði, fundið hitann og séð hvernig eldiviðurinn tekur breytingum? Hefurðu pælt í því hvað að gerast þegar eldur logar, þegar viðurinn brennur, hverfur og skilur eftir sig ösku sem mikið minni sig en viðurinn sjálfur var í upphafi? Hvað verður restina? Verður hún að engu? Í þáttunum okkar undraheim efnanna ætlum við að skoða hluti sem geta svarað þessum spurningum. Við ætlum að skoða hluti í umhverfi okkar eins og loftið sem við öndum að okkur, vatnið sem rennur úr krananum, hvernig við höfum lært að nýta okkur og temja þá orku sem býr í hversdagslegum hlutum, okkur til gagns og gamans. Þegar maður lærir eitthvað nýtt, þá það oft eins og maður sé að læra tungumál. Því maður að læra ný orð og hvaða merkingu þau hafa leið og maður að læra að tala og hugsa hlutina á aðeins annan hátt en maður hefur áður gert. Efnafræðin hefur sérstakan orðaforða sem notaður til þess að lýsa ýmsum hlutum. Ef við skoðum til dæmis hversdagslegan hlut eins og kókomjólk, þá getum við lýst henni með orðum sem við notum dagsdaglega. Við getum lýst því sem við sjáum að hún brúnleit og fljótandi, þykkari en vatn, og því sem við finnum, ilmur af súkkulaði, sætt bragð. En ef við kíkjum á fernuna og skoðum innihaldslýsinguna, þá sjáum við önnur orð. Við sjáum hvaða efni að finna í þessum brúna vökva sem við köllum kókomjólk. Og við sjáum að hún blanda úr ýmsum efnum. Hún ef við notum orð úr efnafræðinni, svokölluð efnablanda. En það eru fleiri orð í efnafræðinni sem hafa sérstaka merkingu og lýsa fyrirbærum sem við þekkjum, nýtum okkur og njótum í daglegu lífi. Þetta eru orð eins og frumefni, efnasamband, efnatákn, frumeind, efnaformúla, efnajafna, bræðslumark, suðumark, hamskipti og efnahvarf. Já, allt efni og efni allt. Í næstu þáttum ætlum við að halda áfram að líta í kringum okkur á hluti sem snert okkur í daglegu lífi og læra ný orð sem við getum notað til að lýsa þeim og hugsa það á annan hátt en hingað til.